Í dag ætlum við að byrja að fara yfir auðkenningu og það þá í framhaldi af þessu sem við erum búin að vera að gera. Þegar við erum búin að tengja verkefnin okkar við gagnagrunna þá oft næst skrefið að útbúa einhverja leið til þess að geta auðkennt notendur. Og það þá þetta þegar við erum með eitthvað svona annarkvort þurfum við einhvern veginn að geta aðgangsstýrt efnin okkar. Þannig að við erum með eitthvað efni sem aðeins innskráðir notendur eiga að geta séð eða þá að innskráðir notendur eiga einhvern veginn að geta útbúið efni. Þannig að við getum verið með innskráningu sem leyfir fólki að, til dæmis þetta sem við erum að gera í verkefni 2, að eiga við umsóknirnar. Augljóslega viljum við ekki að hver sem geti farið inn á einhverja slóð og sér þar allar umsóknir eða hvað sem í kerfinu okkar og gert eitthvað við eins og eyða þeim eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þá myndum við vilja setja þarna fyrir framan einhverja auðkenningu. Og auðkenningin þá einhver leið til að aðskilja á milli notanda. Þá fyrir vefnum, fyrir auðkenningu, þá í raun allir notendur bara einhver anonymous, einhver óþekktur notandi og í raun ekki gerða neinar, það ekki gerða neitt greinamunur á því hvort að ég, þú eða einhver annar sé að opna vefinn okkar. Það bara í raun vefinn opnar og dótinu serverað út. Þannig að auðkenning oft partur af vefjum, eða þetta verður svona flóknar vefjum, eða svona stærri verkefnum. Þannig að þetta oft eiginlega bara allir svona vefi sem að nota daglega krefjast þess að við skráum okkur inn á einhvern hátt. Þannig að hvort sem það eitthvað á Google, þá erum við skráð inn á allt á Google, eða Facebook, eða Twitter, eða eitthvað. Þá erum við alltaf með einhvern notanda sem við erum og vefurinn veit hver við erum. En fyrsta og svona einfaldasta leiðin til þess að útbúa einhvers konar auðkenningu það að nota Basic Authentication og þetta þá fyrir skilgreind í HTTP staðlinum og þá getum við sagt með header að þegar einhver ákveðin auðlind, eitthvað ákveðin resource sótt þá verði að vera búið að auðkenna sig fyrst með notandanafni og lykilorði. Og það þá þannig að serverinn sendir headerinn authenticate og tilgreinir þar, það reyndar ekki að vera hérna strengur hérna, en tilgreinir þar basic og þetta realm sem þá heitið á þessu svæði sem við erum að fara að logga inn á og klientinn biður þá einhvern hátt notandanum að slá inn auðkenni sitt, username og password og í vafara þá birtist eitthvað gluggi og síðan þeim upplýsingur sem slegnar inn, þær eru teknar og settar í authorization header sem síðan sendur áfram á server. Og það sem innihaldið í authorization headernum base64 kóðun á username sem var slegið inn, síðan tvípunkti og passwordinu sem var slegið inn. Þetta tekið saman og sendt á serverin. Þannig að þá getur þetta litið svona út. Ég búinn að slá hann eitthvað username og password og það lítur út fyrir að vera eitthvað svona skramlaður strengur. Og hann sendur áfram á serverin. Serverin í raun afskramlar hann, eða bara base64 dekóðar hann. Þó að þetta líti út fyrir að vera eitthvað flókin strengur, þá þetta í raun og veru bara strengurinn hérna, ég copy-paste allt stafið. Svona. Og ef við dekóðum þetta, þá þetta notandanafnið Aladdin, lykilorðið Open Sesame. Þetta engin dulkóðun þó svo þetta líti ekki út sem fyrir að vera einhver óleysanlegur strengur. Þannig að þetta fyrir aftur á serverinn. Serverinn dekóðar þetta, ber saman notandanafnið og lykilorðið við einhvern stað þar sem að notendur eru geymdir og birtir síðan upplýsingarnar ef það í lagi eða birtir aftur upp auðkenningagluggann ef það ekki í lagi. Og þar sem við erum í raun að senda gögnin okkar óencryptuð yfir netið, þá myndi þetta þýða ef við værum að nota Basic Authentication og ekki HTTPS, þetta ekki secure samskipti, að þá myndi í raun hver sem á networkinu geta lesið þar ef hann hefur aðgang að network traffickinni. Og síðan í Express, þá getum við sótt okkur pakka sem heitir Basic Auth til þess að útfæra þetta. Og þá lítur það einhvern veginn svona út að við notum þennan Basic Auth pakka til þess að sækja authorization headerinn úr requestinu og þá í raun
séum það að sækja headerinn, hann passaður og við fáum tilbaka hennan credentials hlut og credentials hluturinn inniheldur name og pass sem þá name og passwordið sem var gefið upp og ef að það ekki í lagi þá myndum við biðja aftur auðkynningu og enda responsið, annars myndum við senda í raun áfram í næsta middleware sem þá eitthvað sem má skoða. En ef við skoðum dæmi það, skiptum yfir í hvað ljósara hérna. Já. Þannig þá hérna erum við búin að sækja hennan basic auth pakka og setja hann upp í verkefninu okkar. Og eins og áður búum til appið okkar, síðan búum við til þetta middleware, þannig að þetta í raun, þetta pattern sem við erum að nota þegar við erum með auðkynningu. Við búum til eitthvað middleware sem passar upp á að eitthvað á rátinu okkar sé aðeins aðgengilegt ef við höfum leyfi til þess. Þannig að í þessu hérna þá höfum við að notendanafnið Óli og lykilorðið cool og svo getum við séð hérna hvað kemur, loggum út hvað kemur í headeranum og síðan sækjum við úr þessu úr requestinu okkar credentialsins hérna. Sjá. Já, svona. Og berum það síðan saman við notendanafnið hérna ofan og við lykilorðið hérna ofan. Ef það ekki í lagi, ef við fáum ekki credentials úr requestinu, einhvern hlut vegna þá ekki þessi header til staðar, eða við erum ekki með name jafnt og name hérna ofan, eða við erum ekki með passwordið jafnt og passwordið, þannig að þetta verður alltaf að vera satt til þess að við höldum áfram, eða þarf að segja, þetta þarf að alltaf að vera ósatt, og þá höfum við hérna eitthvað venjulegt rát sem að vísur okkur áfram á þetta secret rát okkar og það byrjar sérst á því að athuga með þessu middleware eitthvað til staðar, auðkynning til staðar, ef ekki, þarf að segja ef að browserinn hafði ekki sent það, þá mun hann biðja auðkynninguna og ef það í lagi, þá þetta hérna return next, það sem sendir okkur þá áfram í þetta middleware sem þá inniheldur gögnin sem við viljum ekki að hver sem komst í. Þannig að þá þetta þannig að við erum með þetta hérna og ég smetla á þetta, fer yfir á secret rátið og þá þetta að browserinn sendi þennan header hérna, waff authenticate, það tryggur það að klientinn biður okkur að browserinn biður okkur að slá eitthvað inn, ég slæði inn eitthvað sem eitthvað vitlaust, það ekki rétt, þannig að þá kemur hann aftur upp, þegar við erum í raun að skrifa hann svo lengi sem að við erum ekki að skrást inn og ef við ítum cancel, þá þetta ekki útfært hvað gerist, en hérna eitthvað sem sendt, einhver gömul innskráning sem þá frá því að ég var að gera þetta einhvern veginn áður, en hún ekki rétt, þannig að ef ég gera þetta núna aftur og ég geri rétt, þannig að þá fæ ég upp þetta rát og skráður inn og ef ég reloada síðunni þá ég ennþá skráður inn, þar að segja að vafrinn heldur utan hvað ég sló inn og sendir það með til þæginda fyrir mig. Þannig að þetta svona einfaldasta leiðin til að útfæra einhvers konar user og pass en ekki svo besta út af því að við getum ekki gert við þetta form sem poppar hérna upp í vafrunum, við getum ekki stilt það nákvæmlega hvernig þetta á að vera geimt til lengri tíma og þetta svona, maður notar þetta ef maður rétt þarf að læsa einhverju en ekki ef maður ætlar að útfæra eitthvað kerfi. Og það þá næsta þetta að HTTP stöðulaus protokól, það að segja client eða serverinn þarf ekki að geyma neitt það hvaða client kom, hvort hann hefur komið áður eða hversu oft en til þess að geta útfært einhvers konar auðkenningu og einhverja stöðu og geta geymt þessu upplýsingar þá þurfum við náttúrulega að vita hver að biðja efni frá okkur. Það nokkrar leiðir til þess. Við getum
sent alltaf eitthvað falið í öllum formunum okkar með því að nota input type hidden. Þannig að við getum beðið auðkenningu og svo getur alltaf verið með eitthvað input type hidden og það var eitthvað form sem maður myndi síðan alltaf senda áfram og það myndi einhvern veginn alltaf propagata þessum innskráningar upplýsingum áfram yfir á næstu síður. Að það hljómar mjög illa og skalast ekki. Eða við getum sent þetta með query string, þannig að við getum sett eitthvað sem aðskilur okkur frá öðrum í query stringnum og það gengur en ekkert sérstaklega gott. Eða við getum notað cookies til að geyma þessar upplýsingar og þá fyrir auðkenningapartinn það þannig að við klárum þessa auðkenningu, serverinn veit þá að við sendum á einhverjum tímapunkti réttar upplýsingar og útbýr þá svona köku sem að klientinn fær og klientinn ber síðan ábyrgð á því að þurfa að senda þessa cookie með í hvert einasta skipti sem búið til nýtt request. Og síðan session hugtakið þegar við búum til cookie sem geymir upplýsingar það að notandinn hafi einhvern tímann klárað þessa auðkenningu. En við í cookieinu geymum við aðeins eitthvað auðkenni eða einhverja vísun í notandann en ekki neinar upplýsingar hvaða notandinn Við geymum í raun bara eitthvað ID sem síðan flett upp í einhverju session storage sem við geymum. En cookies eru sem sagt sendar af server til client og clientinn þarf þá að passa upp á það að senda alltaf þessar cookies með í hverju einasta requesti svo lengi sem cookie á að vera gilt. Og cookie innihalda nokkra hluti. Það innihalda aðalega nafn og gildi, nafnið á kökun okkar og gildi sem við viljum geyma. En síðan höfum við annað metadata með cookieinu eins og dagsetningu sem kakan rennur út á hvaða slóð á að setja þessa cookie, þess að á þetta að vera á öllum vefnum okkar eða bara einhverjum part af honum, á hvaða léni á þetta að vera á öllum undirlínunum okkar, þá myndum við setja punkt fyrir framann, eða á þetta að vera bara nákvæmlega á einu undirléni eða einu léni. Og þarna verður í raun lénið að innihalda að minnstakosti 1 punkt. Þannig að ef við erum að prófa þetta lokali hjá okkur, þá virkar ekki að nota localhost, en það virkar að nota til dæmis 127.0.0.1 sem að mappast yfir í localhost. Síðan getum við skilgreint hvort kakan eigi að vera örugg, svona innan gæsalappa, og það þýðir þá að það er aðeins að senda hann yfir HTTPS, þannig að ef við myndum á einhver hluta vegna að vera með HTTP samband, þá myndi kakan ekki vera sendið yfir, af því að það í raun eins og með hitt, það væri þá hægt að grípa þetta gildi úr kökunni á opnu networki og gera eitthvað við það, því það ekki encryptuð samskipti. Svo getum við skilgreint hvort það eigi að leyfa JavaScript virkni að nálgast kökunni eða ekki. Og það þá í gegnum document.cookie og það getur þá verið öryggisins vegna ef að einhver myndi ná einhvern veginn að útfæra einhverja XSS árás á vefinn okkar, að þá væri ekki hægt að lesa einhverjar mikilvægar cookies sem að innihalda til dæmis innskráningar upplýsingar okkar. En cookies eru síðan geymdar sem query string encoder strengur eins og við höfum séð áður með forminn og hvernig query strengurinn virkar. Þannig að það þetta heiti, jafntómerki og gildi og á milli allra breytnanna ampersand eða ómerki. Og cookies hafa síðan þau takmörk að það ætti ekki að vera meira en 4096 bæti eða 4K af kökum fyrir hvert og eitt lén. Og að vinna með cookies í Express það er auðvelt að setja cookies og það er tiltölulega auðvelt að lesa þær, en við ættum, þetta er svolítið svona low level hlutir sem við þurfum ekkert svakalega ofta að vera að eiga við, en við getum notað res.cookie til þess að setja cookie og þá með name og value og síðan getum við sett object sem inniheldur þá þessar stillingar, aukastillingar og þetta skráir cookie sem að þá Express serverinn sendir með í responsinu og klientinn fær og fyrir að senda með. Síðan getum við eitt með clear cookie sem að eyðir þá eftir name og ef við vorum búin að skilgreina eitthvað options þá getum við eitt eftir options líka. En þetta setur bara cookie. Þetta Express ekki með einhverja leið til að lesa cookies og parsa cookies, heldur þurfum við þá að ná í sérstakann pakka. Og það eru fleiri stillingar sem eru ekki með
í cookie-staðlinum, eins og það að við getum undirritað cookie-in okkar, sem þýðir það að já, það kemur eftir. Svo getum við vistað líka object-gildi, þannig að þá sér Express það að geyma bara hlut sem JSON-streng og þannig að við getum geymt svona flóknari gagnatýpur. En ef við undirritum cookie-in okkar, þá þýðir það að við viljum staðfesta það að þegar við fáum cookie tilbaka, þá sé enginn búinn að eiga við það. Þannig að þá sé þetta ekki svona eins og þarna deserialization bugurinn sem við sáum í seinustu viku, að ég geti fengið einhverja cookie sem segir hvað ég er, user eða admin eða eitthvað slags, og ég myndi bara sjá cookieið og segja, herri, já, ég breyti þessu bara yfir í admin. Þá ég admin en ekki lengur venjulegur user. Og þá erum við með eitthvað leyndarmál á servernum sem að við tökum ásamt gildinu sem á að vista, konkatum því saman á einhvern hátt, eða það séðum það af Express og hössum það síðan, þannig að við fáum einhvern einstakann streng með og sendum síðan gildið plus undirritunina sem cookie, og ef þá serverinn fær tilbaka cookie sem búið að eiga við gildið en ekki búið að undirrita það rétt, þá vitum við að það er búið að eiga við cookies og við getum þá ekki tekið gildið gilt og bara getum disregardað þetta cookie. Þetta er ekki dulritun, þetta er bara undirritun. En við getum nálgast cookies í gegnum vafran með document.cookie og eins og ég sagði áðan, þetta getur verið viðkvæm gildi, þannig að við viljum í raun passa upp á að senda til dæmis HTTPS only og jafnvel HTTP only, þannig að það var ekki hægt að sækja þetta í JavaScript út af því að þá sé hægt að taka yfir sessionið okkar og oftast það sem verið að reyna að stela í XSS árásum. En cookie parser pakkin hjálpar okkur síðan við það að lesa cookie-in og þá bætum við honum við sem middleware við verkefninu okkar og getum stilt þessa hluti sem við sáum áðan og fáum þá aðgang að rec.cookies til þess að lesa cookie-in okkar. Það eru nokkrar típur af cookies, cookies, en það í raun, ef við skilgreinum engan gildistíma, þá verða til svona session sem í raun bara lifandi svo lengi sem að vafrinn okkar lifandi. Þannig að um leið að við slökkum á vafranum okkar, þá í raun öllum cookium eitt. Þannig að það verða ekki til staðar næstra vafrinn opnaður. Svo höfum við svona fastar kökur og þá það ef við skilgreinum einhverja úreltinga dagsetningu, þannig að við segjum þessi cookie á að vera að lifa í 2 vikur eða 2 ár eða 100 ár eða eitthvað, þannig að þá cookie sett með þann úreltingatíma og vafrinn mun senda hana þangað til sú dagsetning rennur upp eða eitthvað annað gerist sem eyðir cookienu. Og síðan þriðja svona third party cookies og það eru cookies sem að ef að ég með vef og þið með vef, svo einhver þriðji vefur sem að við bæði notum, gott dæmi til dæmis Facebook, og Facebook með eitthvað cookie, þá getur sá vefur, svo lengi sem við vísum í eitthvað á vefnum, hann getur þá vitað hvaðan við erum að koma. Þannig að það er að setja cookie byggt á því hvaðan komið Þannig að það hægt að nota þetta til þess að komast að því hvar við erum að ferðast netið og hvað við erum að gera. Það er út af því að, kannski enn betra dæmi en Facebook Google Analytics. Þannig að Google Analytics veitir okkur ekki bara upplýsingar það hver að heimsækja vefinn okkar, heldur veitir að líka Google upplýsingar það að ég heimsótti þennan vef og eyddi svona miklum tíma á honum, fór síðan yfir á þennan vef sem var líka með Google Analytics, fór síðan á annan vef og þannig hægt að byggja pattern það hvernig ég ferðast internetið. Og þetta bæði notað til þess að auglýsa, til að selja auglýsingar til okkar eða til að selja upplýsingar þetta til síðan þriðja aðila sem notar þetta síðan enn frekar til þess að útbúa einhverja svona targeted auglýsingar og upplýsingar okkur. Og þið hefur eflaust lent í þessu, þið farið á einhvern vef, þið skoðuð eitthvað og svo farið inn á Facebook og allt í einu farin að sjá auglýsingar þennan vef ítrekað í marga daga út allt og þá það út af því að þið lentið inn á einhverju target segmenti. Hefur heimsótt vefinn minn, einstaklingur á þessu aldursbili,
datar á það, hefur þessi áhugamál, þá allt í einu farið að targeta ykkur með auglýsingum. En það hægt að nota extensions eins og Ghostery fyrir Chrome og Firefox og Edge og Safari sem að actively blokkar þessar cookies. Þannig að þegar við förum inn á einhvern vef, þá mun það bara sjá, heyrðu það verið að reyna að hlaða einhver inn hérna frá Google Analytics eða frá Facebook og það bara blokkað nema við leyfum það. Þannig að þá getum við aðeins svona reynda að stoppa það hversu mikið við vitað okkur. Eða við getum loggað okkur út af til dæmis Facebook eða Google þegar við erum að nota vefinn. Við getum aðskilið á milli þess. Við erum með Facebook í Chrome en vafar alltaf á Firefox og þannig aðskilið á milli þess að tveggja til þess að reyna aðeins að halda upp á privacy hjá manni. Og þetta í raun þetta, út af þessu eru öll þessi auka núna þessi, hei, við erum með cookies, við erum með cookies sem þeir eru farin að sjá út af því að það var sett hérna fyrir nokkrum árum þetta EU Cookie Law sem var sett hjá Evrópusambandinu sem var til þess bara að láta fólk vera meðvitað það að það væri verið að fylgjast með því hvað það að gera á netinu og þá átti að vera bara svona alltaf allir vefir sem að notuðu svona cookies og voru með þriðja aðila cookies hjá sér eða svona þjónustur frá þriðja aðila áttu í raun að láta vita, hei, ég er að nota hérna cookies og það veit einhver þriðja aðili að þú varst að heimsækja vefið minn núna og þá áttu fólk að vera svona, ég minn eini, ég ætla að hætta að nota þennan vef út af því að hann gerir þetta en svo fólk bara eitthvað, ok, dismiss og þá með GDPR persónuverndar löggjöfinni þá átti þetta að verða ennþá strangara sem að var til þess að þetta var bara eins og þetta hefði verið hugsað með þessu cookie law þarna árið en þó svo að ég sé ekki lögfræðingur þá minn skilningur svo að núna þurfum við að fá upplýst samþykki frá notanda áður en að við setjum nokkurt cookie. Þannig að það þýðir að ef ég fer inn á vef, þá má sá vefur ekki trakka mig. Hann má það ekki, samkvæmt þessum lögum, nema ég segi já, þú mátt trakka mig. Þannig að það í raun þetta upplýsta samþykki og samþykki. Þannig að það ekki hægt að fá svona implicit samþykki að ég, hei, út af því, ef þú heldur áfram að brása þennan vef, þá ertu að gefa okkur samþykki. Ég þarf að ýta okkur takka sem segir já, ég samþykki þetta. Og þá gefur það augljós að ef ég samþykki það ekki, þá má ekki trakka mig. Þannig að þá geti vefurinn hugsanlega bara sagt þú getur ekki nota þennan vef nema ég megi trakka þig eða þá að ég geti nota vefinn á þess að trakka mig. Og það eru sumir sem útfæra þetta rétt sem þið getur farið inn og þá getur ég sagt svona hei, við erum með cookies. Og það accept og reject og svo getur það reject og þá ertu ekki að trakka það neitt. En þá náttúrulega ekki hægt að trakka það að ég hafi samþykkt þetta þannig að næstur ég kemur á vefinn þá fæ ég aftur upp þetta já, ég þarf að rejecta þessu aftur. En þá allavega ekki verið að trakka okkur. Og svo náttúrulega kemur annað til með þessu, til dæmis það að þá eiga allir notendur að hafa réttindi til þess að láta gleyma sér og það getur þá verið það mikið að ef ég er að nota Google Analytics og ég hef einhvern veginn vistað einhverjar persónugreinanlegar upplýsingar þá ekkert endilega í gegnum mig, heldur í gegnum Google sem á Google Analytics og veit að nonni heimsótti vefinn minn þarna að það samt út af því að ég setti það upp og þá verður þetta allt mjög flókið og ástæða fyrir því að það verður svona laga skemmtilegheit næstu áratugina kannski í kringum þetta. Þess að Google var að fá einhverja 50 milljón evra sekt í Belgíu eða eitthvað út af því að þau eru ekki með nógu gott. Þau eru ekki að fylgja þessum lögum nógu vel en þetta svona skemmtilegu partur við það að vinna vefnum. En ef við skoðum þá hvernig við vinnum með cookies í Express, þá það þannig að við sækjum hérna cookie passer pakka og svo þurfum við að passa hérna að hostname hérna þarf að vera 127.0.0.1 eða eitthvað annað, ekki localhost, sem þá það sem við setjum cookieið á. Þannig hérna eitthvað cookie hostname sem að við setjum hérna með domain hérna. Þannig hér dæmið það hvernig við setjum cookie sem heitir session með gildið hello world og HTTP only, þannig ég hef ekki getað nálgast það ekki inn í JavaScript. Setta domain, hérna signed og það ekki í raun þessi secure cookie af því að ég ekki með uppsettan HTTPS server fyrir þetta.
Þannig ef við keyrum þetta, þá fáum við hérna einhver cookies sem ég búinn að setja. En síðan það með Chrome að ég get ekki nálgast þessar cookies úr hérna document.cookie. Þetta tómi strengurinn. En ef við opnum Firefox og við opnum þennan vef og hérna, þannig núna eitthvað session hello world og það sett hérna, en þessar hérna, það sett bara þessi hérna cookie sem við sjáum þarna, en við sjáum þessa ekki og við sjáum þessa signed cookie ekki í gegnum JavaScript. En serverinn hins vegar sé það, út af því að þegar við gerum þessi request, þá segir serverinn hérna í response settinum set cookie, og það þá allar þessar cookie sem ég að skilgreina hérna, og þær eru settar þá með einhverju formi hérna sem við þurfum ekkert endilega að vita hvernig en það hérna HTTP only, domain, eitthvað, og síðan þegar klientinn minn sendir tilbaka, þá eru senda tilbaka allar þessar cookies sem síðan serverinn parsar og segir þá þessi notandi sendir þetta, og við berum það saman við eitthvað til að komast að því hvort að viðkomandi eigi að fá aðgang að einhverju eða ekki. Og þessar signed cookie hérna koma svolítið ekki í rec cookies, heldur í rec signed cookies, og ef það búið að eiga við þær, þá eru þær með gildið false, en ekki það gildi sem var sett, þannig þá getum við vita hvort það sé búið að eiga við þær eða ekki. En session síðan þetta þegar við viljum geyma eitthvað af gögnum notandann. Við viljum vita eitthvað hver einhver og við viljum geta einhvern veginn flettið upp og vita hvað það að vera. Eða við viljum vita eitthvað meira en þessi 4096 bæti sem við getum geymt. En þá það þannig að við búum til einhverja gagnageymslu sem við geymum þessar upplýsingar í og geymum síðan bara vísun í gagnageymsluna í cookiinu. Þannig að við aðskiljum það að geyma gögnin í cookiinu yfir í það að geyma þau í þessari gagnageymslu og geymum bara vísun. Og þetta er almenn lausn á mjög mörgum verkefnum. Og þessi session cookie oft eitthvað dulkóðagildi og eitthvað sem breytt reglulega, hugsanlega við hvert skipti sem gert nýtt request, og það þá gert til þess að ef einhver kemst yfir þetta session ID, þá get ég ekki bara tekið yfir sessionið þitt hjá einhverjum öðrum. Þannig ef ég myndi geta komist í tölvuna hjá ykkur, tekið ykkur session cookie, þá væri ég, og geti sent það síðan á einhvern server, þá væri ég í raun effectively búinn að taka yfir ykkar auðkenni. En í Express getum við notað Express Session til að halda utan um þetta, og það býr til þetta session fyrir okkur og geymir eitthvað gildi í köku, og þá hvernig þetta cookie geymt, það verður bara eitthvað implementation detail og við eigum ekki að þurfa að hugsa um það, heldur setjum við þetta bara upp og höfum aðgang að þessu sessioni. Og það þá í rec.session, þar sem þær upplýsingar verða geymdar. Það eins og stillingar á þessu. Name nafnið á cookieinu, síðan secret sem lykillinn sem notað til að dulkóða eða undirrita samt þessar session upplýsingar. Resave, og það þetta á alltaf að vera vista þetta aftur og aftur í geymsluna, þannig að við erum að geyma þetta til dæmis í Postgres-grunni, þá varum við alltaf að inserta aftur og aftur yfir gamlu gildin. Hversu lengi á sessionið að lifa, ef það ekki skilgreint, þá munir þetta verða svona session cookie sem verður búið til, þannig að sessionið mun detta út leið við lokum vafranum. Og þetta það sem við munum nota til að geyma þessar upplýsingar. Við munum ekki vera að nota cookies beint, heldur munum við nota session til að geyma þessar upplýsingar. Og síðan þarf að búa til eitthvað svona stað til að geyma þetta, en við ætlum að skoða það seinna, og til að byrja með ætlum við að geyma þetta bara í minni, þannig að við geymum sessionið í minni, sem þýðir það í hvert skipti sem við endur þessu forritið, þá dettur út allar upplýsingar öll session sem voru til. Og það augljóslega ekki það sem maður vill
ef maður er með einhvern raun vef, ef hann óvart restarta sér, þá myndi allir detta út og allir þurfti að auðkenna sig aftur. Heldur notum við þetta bara til að byrja með og skoðum síðan seinna hvernig við vistum þetta til lengri tíma. En í Express þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Við gerum þá app use session og þurfum þá ekki að nota þennan cookie parser af því að hann er bara innifalinn í þessum session handler okkar. Og við stillum þetta og notum þetta fyrir appið okkar. Og það verður þá hérna svona, hérna erum við með eitthvað secret og við geymum það í þessu cookie og hérna til dæmis notum við session til þess að geyma það hversu oft við hefum heimsótt ákveðin part af vefnum okkar. Þannig að þá búum við hérna til eitthvað middleware sem við keyrum fyrir hvert einasta request sem geymir í sessioninu hvaða slóð við fórum á. Ef þetta er í fyrsta skipti þá núllsetjum við það. Þannig að þá segjum við það að vera heimsótt í fyrsta skipti og setjum gildið sem 0 og síðan incrementum við alltaf um 1. Þannig að fyrir hvert skipti sem heimsækir síðuna þá hækkar þetta um 1. Og síðan höfum við hérna eitthvað annað middleware sem leyfir okkur að búa til svona session counter eitthvað sem að birtir það hvað svo oft er búið að heimsækja þetta og linkar yfir á 3 síður sem allar útfæra þetta sem eru þá rótin og fú og bar. Þannig að hvert einasta mun telja og mun telja í raun óháð hinu. Þannig að þá er ég hérna á rótinni og ég hef opnað rótina einu sinni, ég reloadað 2 sinnum og eitthvað svona oft og ég hef opnað fú núna og bar og svo fer ég tilbaka og þá man þetta hvað er í gangi. En ef ég opna þetta í Firefox, þá verður til nýtt session, þannig að þá er þetta óháð og er í raun önnur talning sem á sér stað þarna. Þannig að þarna er verið að telja þetta fyrir annað session. Þannig að þá fáum við hérna að fyrir sessioni sem að í Chrome eða í Firefox þá flettir session middlewareið upp hver þetta er í gagnageymslunni sem er þá geymd í minni og sendir tilbaka hlutin með gögnunum fyrir þetta session sem er þá í raun hversu oft er búið að fara inn á þessa hérna síður. Og núna ef ég loka hérna og opna aftur þá man þetta út af því að serverinn er alltaf að senda cookieið yfir hérna sem það er svolítið erfitt að lesa út úr þessu hérna. Þá getum við farið hérna undir application og cookies og hérna er lénið sem ég er að keyra á og þá er hérna counter.sit sem er það sem ég kallaði sessionið. Sit stendur þá fyrir session ID að það gildi er þetta hér sem er bara einhver lykill sem síðan þetta session middleware sér að passa og finna réttan gagnahlut og senda það síðan tilbaka í og setja inn í rek-hlutin sem við getum þá notað. Og það þýðir þá líka ef ég hendi út öllu hérna, ég hendi núna, nú er ég búin að henda út öllum cookies og ég reloada, að þá verður til nýtt session af því að nú er ég ekki lengur að segja að ég sé sessioni sem var áður til. Þannig að ef þetta væri einhver auðkynning þá hefði ég þarna loggast út og þurfti að logga mig aftur inn. Og svo leið og ég byrja eitthvað upp á nýtt, þá er búið til bara annað session sem inniheldur þá það sem áður var. Og ef ég myndi síðan fara hérna og í storage og tek þetta value og set hingað, þá er ég alltaf búin að taka yfir sessionin sem ég er búin að búa til í hinum vafranum. Af því að servernum er alveg sama, svo lengi sem maður fær bara cookie sem er gilt og vísar í eitthvað session sem er til, þá fæ ég þau gögn tilbaka. Skulum taka 10 mínútna pásu.